Björn Jörundur Friðbjörnsson. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson. Ég heiti Hafrún Kolvinsdóttir. Unnur Birna Bastadóttir. Pétur Örn Guðmundsson. Getið þið aðeins sagt mér frá laginu, hvernig það var til? Já, það var til við píanó, annar okkar satt við píanó, hinn var með gítar og svo var sungið, þangað til við hittum á þetta. Og það tók ótrúlega stuttan tíma. Það tók hálfan laugardag. Hálfan laugardag. En það var gleði yfir okkur þannig að þetta hafðist þannig. Eurovision lag, íslenskt eða erlend? Ég hefði alltaf ofsalega var það ekki norðmennið sem voru alltaf með svona fíblagang þegar við vorum litli. Ég hefði gaman að því, það var svona fíblagangi. Svo finnst mér þetta hollenska lag sem var í fyrra rosalega fíbl, sem við hlustum á útvarpinu á liðinni í Gráða. Já, það mjög fín. Ég var ánægður með það. Ég bjó á Akureyri og Eurovision aðstæðlega þar, þannig að ég þekki ekki söguna. Ég bara man eftir, ég vildi alltaf horfa á Dígadík þegar ég var lítill og það var söngvakeppnin. En Sókrates stóð upp úr þegar ég var eins árs eða eitthvað, dansaði mikið dans við það lag. Þannig að það gef ekki svona eitthvað sér hjá mér. Já, ég er svona sammála Bjössa sko, við vorum einmitt að hlusta á þetta lag á þetta hollenska frá fyrra, ég er mjög hrifin af því sko. En annars bara hef ég alltaf verið aðdáandi Eurovision, ekkert svona sérstakt lag. Feed You My Love með Margrét Berger frá Noregi, með þetta flott lag. Og svo fannst mér eitt frá Úkraínu fyrir nokkrum árum sem heitir Beautiful People með sönguna sem heitir Aliosa. Myndbandið var mjög eftirminnilegt, tekið í Pripyat þar sem að Tjernobyl-slysið hreinsaði þá borg, þannig að þetta var svona drungalegt og flott. Ég finnst það mjög skemmtilegt. Við ákvaðum að reyna að semja lag fyrir þessa keppni og það kom okkur á óvart að það skildi takast. Við vissum ekki að þetta er rauninni lífstíl. Og við höfum lifað eftir þeim lífstíl síðan, frá því 4. október. Eurovision lífstílnum. Já, þessum bara gleði. Þessum Evrópu lífstíl.